Við erum komin með sérfræðing KA-TV til að spá fyrir PEPS-deildinni sumar. Til að líta aðeins á deildina, styrkleika, veikleika og aðeins að spá fyrir þetta. Alli, velkomin til okkar. Takk fyrir það. Við skulum bara vinda okkur strax í djúpulögina og byrjum á Spáni. Já, klárið það. Fyrsta sæti, hverjir verða Íslandsmeistari þegar mótið klárast í haust? Íslandsmeistarar? Já. Að mínum að þeir eru 4 lið sem eru svona líklaust og ég ætla að tippa á núverandi bikarmeistara. Þeir hafa verið svolítið jójólið undanfarið í Pepsi og þar leiðandi kannski ekki náða að setja mark sitt á að verða líklegir kandidatar þar. En ég held að þeir munu vera efstir núna með reyndan þjálfara og öflugan hóp. Þannig ég set Val hér. Valur, þetta er svona þvert kannski á margar aðra spár að setja Val í toppsætið. Eins og það, þeir hafa jójólið, oft mikið af breytingum á liðinu í hann. Heldur þeir hafa þessi 3 í sumar? Ég held að það sé bara mjög tvísýnt. Ég meina, ég set þá hérna en þeir geta alveg sendað hér. Já. Þannig að þetta er bara svona, já, mitt gísk. Og þessi 4 lið sem við kemur ljósið til smá, þetta eru mæntanlega þau lið sem hafa kannski komið mest á moða og annað slíkt, peningalega. Já, ég myndi segja það, þessi 4 og svo jafnvel 5 liðið líka. Já. Annarsætið? Annarsætið, það er lið sem er búið að vera í efstu 2 sætunum frá því að þeir mættu á Akureyrarvöll og því miður unnu okkur 2004-21 þar sem að þeir skoruðu á 87. mínútu. Ef það mark hefði komið okkur þá hefðu við ekki fallið. Þannig að við segjum að þeir verði áfram í topp 5. Topp 5, FH. Það er öllum það ljóst að þetta væri vonbrigðatímabil hjá FH. Já, þetta er niðurstaðan. Þetta er niðurstaðan? Já. Já, það er krafa á dollu. Þeir eru alltaf í fyrsta og öðru sæti, þá er ekki gott að öðru. Og svo má ekki gleyma, svona fyrirfram í sumar, hvað FH eru stórkostlega nálægt í með nokkrum góðum úrslitum að komast inn í riðlakeppni Evrópukeppninnar. Já, algjörlega. Það er alltaf búið að markmið það núna undanfarin ár að gera betri í Evrópukeppninni. Það eru allan að fyrir nokkrum árum, 3-4, þá voru þeir mjög nálægt í að komast allavega í riðlakeppni og ég meina þeir geta gert það núna hví ekki, sko. Og liðið sem dutt út á móti fyrir sem að fóru í riðlakeppninni til dæmis. Já, nákvæmlega og stóðu sig ágætlega. Já, og svo kannski enn eitt af þessum FH, það hlýtur að vera orðinn stærsti fótboltaklúbbur landsins. Aðstaðan og leikmannahópurinn og annað slíkt, markmiðin, stefnan. Þetta hlýtur að vera einn af stærstu klúbbur landsins. Og jafnvel bara stór klúbbur á Norðurlöndum. Já, algjörlega. Síðan að Pepsi-deildin byrjaði þá eru þeir búin að vera yfirburða lið í Pepsi. En ég meina það er ótrúlegt því það er bara 20 ár síðan þeir voru hérna í fyrstu-deildinni og bara rauninni ekkert stórklúbbu þá miðað við til dæmis KR sem ég seti akkurat hérna í 3. sæti. KR-ingarnir, þeir hafa verið áttu pínu bröðsótt sumar framan aðeins fyrra. Já, algjörlega. Þannig þegar hinn mikli meistari Willum var tekið við og ég veit að þeir í Vesturbænum voru mjög ánægðir þegar hann komst ekki á þing. Já, ég held að það hafa sjaldan verið að fylgst því vel með kosningum og núna í Vesturbænum. Já, það er alveg ljóst og ef Tobias Thomsen segir hann að stendur við stórorðin að hafa verið markahæstur þá er aldrei að vita nema þeir endi á toppnum og sérstaklega því að Óskar Örn, hann er búinn að vera sjóðandi þannig að ef þessi 2 verða jafn öflugir eins og gæti verið þá eru þeir klárlega mjög líklegir að taka titilinn en 3. sæti spáin. Gíska þú setir Stjörnuna í 4. sæti. Já. Ef við horfum þá á þessi 4 lið hérna, Stjarnan, KR, FH og Valur, það er eitt sem að ég sé strax. Og þetta hefur verið pínu umræðan á síðkasti. Aðstæðan sem KR hefur hliðan á þessum 3 liðum hérna. Æfingaraðstöðu, veturinn, vellirnir og annað slíkt. KR hefur dregist alltaf aftur. Já, þeir þetta voru að fá nýja gerðugarsvöll síðasta sumar. En það er rétt að aðstæðan er rauninni ekki jafn góð. En reyndar hefur Stjarnan heldur ekki aðgengi að þeir eru ekki með innanhús aðgöngu en ég veit að þeir eru svolítið í kórnum og maður svo sem reikna með að KR ætti nú líka alveg geta eftir ágætlega með meistaraflokkin. Þetta eru lið sem gæti orðið í sérflokki sumar, ef allt fellur með. Þetta eru lið sem eru í Evrópukeppni, þetta eru lið sem hafa náð árangri í bikarnum og Íslandsmeistarar, Valur hafa látt sem þeir eru Íslandsmeistarar 2007 minnir mig. Þannig að þetta eru stóru liðin sumar. Já, ég myndi segja það og rauninni ef það verður, þetta er langlíklegast að eitthvað þessu lið er Íslandsmeistari og ef það verður eitthvað annar Íslandsmeistari þá er það Breiðablik en það þyrfti þá allt að falla með þeim. Allt að falla með þeim og það er einmitt. Þeir eru Íslandsmeistarar 2010 með frábærlega skemmtilegt lið sem vann hug og hjörtu landsmanna allra. Þeir eru í öðru sæti í fyrra en samt aldrei gerðu þeir atlögu að titlinum. Nei, það sumarið í fyrra var stórskrýtið. FH
þóttu ekki sérstakir en rústuðu deildinni. Já. Þannig að, og úr rauninni, já, kannski ekki marktækt þetta annarsæti fyrra. En engu að síður þeir voru með að spila þeim frábæra varnarleik og núna eru þeir búin að kaupa glænýja sóknarlínu, þannig að mögulega eru þeir spáð of niðarlega hérna. En einhver tilfinning þannig að þessi 4 lið eru öflugri en Breiðablik. En eins og segi, topp sumar, alveg eins og þeir nú meistarar. Akkurat. Og ég veit að Blikar eru spenntir fyrir að sjá Hrófi Tókic í framlínunni, búinn að gera það gott með Ólafsvík. Er hann nógu góð leikmaður til að meika það í liði sem ætlar að berja sem titla? Sko, með að hann er öflugur í teiknum, af því að hann var ekki með góða tölfræði í fyrra rauninni að vinna skallabolta, í samspil og annað slíkt. En hann var hrikalega öflugur í teiknum og var að skora þar. Þannig að ef hann fær góða þjónustu frá Martin, Lundi eða annað slíkt, þá gæti hann alveg orðið mjög öflugur. En hann getur líka týnst. Klárlega. Þetta, Ali, þú komst mér ekkert mikið á orð þarna, kannski með reyndar að valja F-sæti. Já, það var svona en þetta hérna, næstu 7 liði sem eftir, þetta eru bara vefmiðlar og aðrir spámenn, aðrir sérfræðingar eins og við, ekki sammála um. Nei. Kottum í 7. sæti. Eðlilega. Að sjálfsögðu verði ég að vera bjartsýnn þar og setja okkar menn. En eins og þú segir, að mínu mati, þá geta liðið frá 6 og niður, öll verið í fallbaráttu og öll fallið. Þannig að það er þetta kannski bara spurning um meiðsli eða stemmingu eða annað slíkt, getur bara lítil atriði sér að úrslitum með eitthvað? Já, rauninni akkurat bara hvort menn komast í gangi eða ekki, þú veist, við höfum erfiða byrjun, en menn eru peppar, við erum að fara að ná í óvænt stig þar og þá fáum við sjálfstraust og þá getur vel verið að við séum í 7. sæti og jafnvel ofar, af því eins og ég minna Breiðablik, þeir eru alveg spurningmerki þráttur að þeir séu að leggja pening í þetta og vera með öfluga þjálfara og annað slíkt. En eins og ég tippa okkur svona sem efsta liðið í neðri helmingnum. Og hvað þarf að ganga upp hjá Káa, svo að þetta verði niðurstaðan? Sko, Túfa náttúrulega er þekktur fyrir að spila góðan varnarleik, þannig að við þurfum að byggja það og svo náttúrulega þurfum við klárlega að fá 1 til 2 leikmenn sem að stíga upp í markaskorunni. Bæði Ásgeir og Elvar skiluðu ágætlega mikið af mörkum í fyrra og við enduðum efstir. Þannig að við þurfum klárlega aftur að fá 2-3 góða markaskorara ofan á varnarleikin til að við endum hér. Fótbolti.net spáði okkur í 7. sæti, 4-3 í 8. sæti ef ég fer með rétt mál og Vísir í 8. sæti. En þessi pressa á strákunum, þetta eru nýliðar. Flestir hefðu séð okkur vera að spáð í 3 neðstu, kannski svo nýliðum á spáð. Heldur að strákarnir fyrir pressu? Eða er kannski bara markmiðið skýrt að vera fyrir ofan 10. sæti? Ég held að bara við förum inn í þetta mót bara, auðvitað það er pressa á öllum liðum. Ég held að sé ekkert meira pressa á okkur heldur en til dæmis Grindavík sem er spáð 11. sæti. Þannig að ég held bara að við höfum bara að fara kókraustir inn í mótið og vera klárir. Akkurat. 7. sæti? 7. sæti, það er Fjölnir, ég held að þeim séu ofta spáð 7. Fyrir mér eru þeir svakalega mikið spurningamerki. Þeir voru öflugir í Reykjavíkurmótinu, en gátu svo ekkert í Lengjubikarnum. Þannig að það er spurningur hvað við fáum frá þeim í sumar. Þeir eru með marga efnilega stráka, flotta stráka og sem gæti gerst eins og gerðist í fyrra á stórum kafla að þeir séu mjög flottir. En ef þeir byrja illa, þá er alveg spurning hvernig hausinn fer með það. Fjölnir, eins og Breiðablik sem er stóri klúbburinn í Kópavogi, Stjarnan eini klúbburinn í Garðabæ, FH er stóri fótboltaklúbburinn í Hafnarfirði. Fjölnir er Grafarvoginum með gríðarlega mikið af fólki á bak við sig. Eru þeir ekki bara einu skrefi, einu góðu sumri frá því að taka skrefið upp í þennan hóp? Nei, ég held að snúrasturinn er frekar hefð. Hefð. Og ég held að, þú veist, þeir eru núna búin að koma með hefð að vera í efstu deild og núna rauninni þurfa að taka nokkuð tímabil hérna. Bara alveg svo Stjarnan, það er ekkert langt síðan að Stjarnan var klúbburinn hér. Núna er komin hefðin hér og það kemur ekki einu sumri. Þannig að þeir þurfa að taka 2-3 ár hérna í efri helmingnum til að þeir stimpli sig almennilega inn þar. Ok, 8. 8. sæti, það er Víkingur frá Reykjavík. Já. Víkingur Reykjavík, þetta eru vonbrigðasumarar í Fossvoginu, ef þetta er niðurstaðan. Já, og fyrir mér eru þeir bara svakalega mikið spurningamerki, sko. Það er búið að taka svolítið um Þeir stefna náttúrulega á Evrópusæti, maður veit það alveg. Hvort það sé raunhæft, ég veit það ekki. En þú veist, jú, þeir eru klárlega Fjölnir og Víkingur telja sig vera nógu góð til að stefna á 3. og 4. sæti. Og þetta, það er búið að tjálta svolítið til í Fossvoginu, 3 útlendingar sem er flotta ferilskrá. Eru þeir á stekkir? Ég var að viðurkenna það að eina sem ég séð af Víking er á móti Káa hérna í Boganum
og þar töpuðu við, en einhvað síður fannst mér við svona vera betri í leiknum. Þannig að ég svo sem Víkingur eitt af því liðum sem ég veit hvað minnst þannig að ég get ekki sagt með útleikana. Akkurat. 9. sæti. 9. sæti. Það var, að mér minnir, já, það er Eyjar. Já, það er svoleiðis. Og þá hætti næstu í benninu að skrifa. Já, spurningum á lokjum á milli, við tölum svo mikið. IBVF, já, í 9. sæti. Þeim jafnvel spáð falli á öðrum miðlum líka. Þetta ekki bara eitthvað svona IBVF fyrir orðið þetta 7. til 10. sæti slið? Þetta ekki svona svo framvaraðan að fjalla í fyrstdeildina? Alltaf í næri hlutan? Jú, og þetta bara klassist. Þeir fá nýja þjálfara hverju ári og það alltaf spurningin hvort þjálfarinn ná þessari Eyjastemningu. Kristján náttúrulega stemningsmaður sem og Bjarni Jó í fyrra og IBVF fór svo alla leið í bikarúrslit. Þannig að þeir alltaf með einhverja heimastráka sem hafa heimahjartað, blandu við góða útlendinga, en bara deildin það sterk sko að þeir getur alveg eins endað í falli. Og svo eins og í margótt nú koma, þeir getur vel enda fyrir ofan okkur, því miður. Já, það muna allir eftir gömlega góðu tíðum með Tryggva Guðmunds og Steingrím Jóhanns þegar IBVF hefur toppinn bara eftir KR. Núna IBVF búinn að vera kannski frábær samlíkingi sjálfum mér að líka þeim við Fram hérna fyrir nokkur mánuði þegar Fram bjargaði sér alltaf frá falli. Eða voru alltaf hérna í þessu, þú veist, neðstu sætum. Það var það 10. sætið. Það var 10. sætið. Já. Ég ætla að segja Ía. Já. En ég ansi hræddur að þeir gætu fallið. Að mínu mati þá voru alltaf að toppa í fyrra, voru með heimastráka, Ármann gífurlega öflugur í vörðinu, hann horfinn. Garðar, ótrúlegur. Garðar Gunnlaugs, hann bara búinn að vera bestur síðustu 2 ár. Já. Næra 3. árinu, ég veit það ekki. Ef ekki, þá hættir hann að falla. En ef hann heldur áfram, þá verður það áfram miðja deild sko. Já, og þetta ekki líka spurningin kannski eins og með Káa, það líka stemming á Skaga? Jú, algjörlega, líka sérstaklega því Ía það lið sem treysti hvað mest á heimamenn. Já. Á hefðina og annað slíkt. Og líka gera mikla kröfu á heimastrákana. Þannig að liðið að tapa 3 leikjum í röð. Þá kemur slæmt umtal og annað slíkt sem getur haft neikvæð áhrif á liðið. Þannig að stemningin nummer 1, 2 og 3 á Skaganum, ekki spurning. Það var að leysa ferður. 2 lið eftir, bottinum. 2 lið sem ég ætla ekki að skrifa það, það ekki hættur að skrifa það. Og þeirra vegna. Það Grindavík. Já. Enduðu í öðru sæti. Inkasso í fyrra. Lítur hrikalega vel út framan á þessu. Virkilega vel út framan á þessu. Já, algjörlega. Við fórum í Grindavík og vorum heppnir með stigið. En svo vorum við mun betri hér. Já. Öðru sæti í Lengjubikarnum. Þar sem mínu mati náttúrulega áttu við að spila þann leik. En þar held ég að þeir hafa sýnt að þeir geta ná úrslitum á móti hvaða liði sem er. En svo bara ef maður lítur liðið fyrir ofan, þau eru bara einnig vel mönnuð og þess vegna spáum maður þeim falli. Kannski líka mörg spurningmarki. Jósef þeirra besti maður til margra ára, hann fór í Stjörnuna. Já. Hvað áhrif við það? Maður veit það ekki. Akkurat. Og það var Ólsarar sem eru þá í 12. og síðasta sæti. Já, bara rauninni. Það er eiginlega ótrúlegt að Ólafsvík sé í efstu deild núna þriðja síðustu 4 árum eða svoleiðis. Já, þetta er rauninni bara afrek að vera í efstu deild og en það hafa rauninni keypt öfluga leikmenn en þrátt fyrir það þetta afrek. Núna svona fyrirfram virðast þeir ekki að vera með jafn sterkan hóp eins og undanfarin ár. En náttúrulega hann er ótrúlega segur kallinn Eyjúb og hann getur náð í úrslit hvað sem er. En svo sýndi hann í fyrra í fyrstu umferð á móti Breiðablik þar sem hann vinnur óvæntan sigur á Kópavogsvelli og ég meina hann gæti gert eitthvað en ég bara hræddur maður ekki nóg. Það er ekki nóg. Mistir náttúrulega Tókic og sinn gullfót þaðan sko. Já. Þetta verður mjög erfitt sumar fyrir Ólsara. Ekki spurning sko, ekki spurning. Það ef Eyjúb endar í 10. sæti þá ætti hann að vera valinn þjálfari ársins en undanfarin ár hefur alltaf sá sem hefur unnið deildina þjálfari ársins en eins og 10. sæti er nóg þannig að hann fengið þann titill að mínum mati. Nákvæmlega og menn eru hérna að karpa hvort að Akureyri sé nógu stórt bæjarfélag fyrir 2 lið. Þetta er Ólafsvík og þeir eru búin við liðið efstu til 3-4 árum og það er bara geggjað og það verður gaman að fara líka til Ólafsvíkur sem stuðningsmaður, það er alltaf gaman. Algjörlega. Ali, þetta var frábært spjall hjá okkur. Já, takk fyrir það. Við þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn. Takk fyrir.